hugmyndir koma mjög mikið bara að verða til þegar menn eru kannski bara í góðu blackouti og það er alltaf mjög gefandi að detta í gott blackout sko. En síðan náttúrulega þegar maður semji bara, ég raða þessu saman út frá konseptum og við takta og annað bara fyrir fram á tölvuna, bara heima. Og saman hvort að ég sé búinn að fá mér hálfa flösku af rommi eða ekki neitt. Bara ef ég er að fara á svið, þá maður sko er búinn að læra svo mikið að vinna með það. Þegar þú færð adrenalínið, þegar þú færð hjartsláttin og færð þetta allt, þetta er sko, maður bara peppast þannig þvílitt upp sko. Maður verður smá andsetinn sko. Og það er ekki svona eins og það sé neitt leikhús á bak það. Þetta er bara það sem kemur yfir maður þegar maður kann að nýta sér það sem líkaminn gefur þér. Þegar þú ert í þeim aðstæðum að vera með það eru allir að horfa, það eru sko þúsundir að horfa á þig, skilurðu. Það er rosalega peppandi, sko. Ég man bara eftir einu djöfulli góða giggi þegar við byrjum að spila á Suðurnesjum, sko. Það var bara með regla, það voru píurnar bara á tútanum, skilurðu, og gaurarnir bara einhverju sjóara bara með drasli úti og bara upp á sviði, skilurðu, fyrir framan mörg hundruð manns. Fólkið í krátinu er sko jafn mikill þátttakandi í þessu eins og ég, þannig að þú veist, þá getur allt gerst. Óskýrar eins og Markús Örnar svona, eitt mitt svona þessin kona. Þú þið segist lipilla físu, sem leiknar ekki að vísu, mér svo garfæskum húsmæður við krísu.